Góðan daginn, ég heiti Jack Hrafnkild Danielsson og flest ykkar kannast nú við mig af blogginu og það sem að ég hef oft farið hamförum. En vídeoblogg er eitthvað sem að ég hef lítið gert af áður. En það sem ég ætla að hendast í gegnum hérna er mjög einfalt, stutt og laggott. Það er íslenska kvótakerfið og þöggun fjölmiðla. 31. janúar héldu Píratar málfund á Hótel Sögu. Það sem fjalla var sjávarútvegsmál. Ástæðan fyrir því að þeir héldu þetta málþing var að þeir hafa ekki mótað sér neina sérstaka stefnu í sjávarútvegsmálum eða útvegsmálum. Og til þess að geta mótað sér stefnu í einhverju máli þá þarf að leita sér upplýsinga og til þess var þetta málþing haldið. Gott og vel, þarna áttu LÍU, samtök smábátasjómanna og samtök fiskvinnslufyrirtækja ásamt fleirum að kynna sín sjónarmið. Einn af þeim sem að flutti framsögu á þessum málþingi og satt fyrir svörum var Ólafur Jónsson, togaraskipstjóri til margra ára, kallaður Óli Ufsi. Hann hefur ákveðnar hugmyndir og hann hefur gagnrýnt kvótakerfi til fjölda ára. LÍU neitaði að mæta á fundinn að því að Óli var þar. Gott og vel. Þá bara mæta þeir ekkert. Því að fólk sem hefur vondan málstað að verja, að það getur almennt ekki tekið þátt í rökræðum. Og þar sem að Óli hefur verið duglegur að gagnrýna kvótakerfið og komið með hugmyndir að sóknarkerfi sem að myndi nýtast allri þjóðinni, ekki bara örfáum útvöldum kvótaeigendum, að þá neitar LÍU að tala við hann eða mæta á fundi þar sem hann er. Jæja, fundurinn er haldinn og ýmis góð sjónarmið, hugmyndir og ræður komin þarna fram, bæði frá almenningi og eins frá fólki í sjávarútvegi, eigendum smábáta og náttúrulega Óla. En það sem það furðulegasta í þessu öllu er að fjölmiðlar voru látnir vita af þessum fundi eða þessum málþingi. Ekki einn einasti af stóru fjölmiðlunum sendi fulltrúa eða blaðamann eða ljósmyndara eða nokkuð hlut á fundin. Hvað segir þetta okkur? Jú, þetta segir okkur eitt. Þetta segir okkur það að fulltrúar LÍU hafa gengið á stóru fjölmiðlana og krafist þess að þetta mál yrði þaggað niður, að það yrðu engar fréttir frá þessum málþingi Pírata. Allavega er það mín skoðun, kannski er þetta samsæriskenning, kannski er ég að áætla eitthvað sem ekki er, en mér finnst þetta ofboðslega skrítið að ekki einasti fjölmiðill, hvorki RÚV, Stöð 2, Vísir, MBL, Kjarninn, Pressan, Nútíminn, enginn af þessum fjölmiðlum, ekki einasti, hefur sagt orð þetta málþing. Og það hlýtur að vekja furðu hjá fólki að þetta stærsta hagsmunamál okkar Íslendinga, almennings í þessu landi, skuli vera þaggað niður með þessum hætti. Og maður hlýtur að furða sig á því að hafi LÍU slík ofurtök á fjölmiðlum landsins að
þurfum við þá að fara að óttast? Nú stendur til að breyta eða leggja fram nýtt frumvarp um sjávarútveg, og í því frumvarpi á að gefa núverandi kvótaeigendum eða kvótaeigendur, við erum kvótaeigendur, fólkið í landinu, það eru við sem eigum þessa auðlind. En það sem stendur til að gera núna á vorþinginu að leggja fram frumvarp sem gerir það að verkum að ríkið, að stjórnvöld eigi þessa auðlind, ekki fólkið í landinu. Og gangi það eftir að þá verður stofnað hér eða komið á fót hér lénsveldi eins og hjá gömlu bændaflokkunum fyrir á öldum, þar sem að þeir réðu öllu, stjórnuðu öllu og áttu allt. Og viljum við virkilega að örfáar fjölskyldur í landinu geti gengið í sameign þjóðarinnar og stungið allum hagnaðinum í eigin vasa? Ég vill það ekki, því að gangi þetta frumvarp í gegn og verða lögum, að þá verður almenningur í landinu og sérstaklega láglauna hóparnir, að þá verða þeir bara þrælar lénsveldisins sem að verður sett hér á fót með slíku kerfi, og það viljum við ekki. Nei, við viljum ekki að örfáar fjölskyldur í landinu geti gengið í fiskimiðin í kringum landið, fiskimið sem eru sameiginleg eign okkar allra í þessu landi, og gert við þessa auðlind hvað sem sýnist, án þess að við höfum nokkuð það að segja. Það bara gengur ekki upp og má aldrei gerast. Þess vegna þurfum við, fólkið í landinu, við þurfum að kynna okkur þessi mál. Þetta er ekkert flókið og það tekur ekki langan tíma að setja sig inn í grunnþætti kvótakerfisins og þær hugmyndir sem að hópur fólks úr öllum stéttum þjóðfélagsins, með mismunandi menntun og starfsreynslu, hefur sameinast og það að koma í veg fyrir að þetta frumvarp sjávarútvegsráðherra nái í gegn á vorþinginu. Því það verið að stela af okkur þessari auðlind, og ekki nóg með það, að það verið að færa útgerðargreifunum með þessu þúsundir milljarða sem að þeir geta stungið í eigin vasa. Þúsundir milljarða sem að gætu nýst þjóðinni til að halda uppi fullkomnu heilbrigðiskerfi, til að halda uppi fullkomnu menntakerfi og einum bestu launum í heimi til handa almenningi ef að rétt væri að hlutunum staðið. Við þurfum að horfa á þetta og við þurfum að skoða þetta og leita allra ráða til að koma hér á sjávarútvegskerfi sem að nýtist þjóðinni en ekki örfáum fjölskyldum. Aðeins þannig getum við lifa sómasamlegu lífi, því að fiskveiði auðlind okkar Íslendinga, hún er þannig að sé rétt að sjávarútveginu staðið, að þá geti Ísland orðið eitt ríkasta land í heimi. Við megum ekki láta útgerðargreifana, LÍÚ og samviskulausa og siðlausa stjórnmálamenn komast upp með það að stela þessari auðlind af þjóðinni. Við bara megum það ekki, alls ekki. Ég vil hvetja alla til þess að kíkja á heimasíðuna sóknarhópurinn.is og hóp á Facebook sem heitir Sóknarhópurinn, en þar eru þessi mál rædd útskýrð. Því við verðum öll að sameinast það að stoppa þennan stórþjófnað af. Gangi þetta í gegn, getur almenningur labbað út, slökkt ljósin, flutt úr landi, því að hér verður ekki líft. Nú þegar eru þúsundir
fjölskyldna á tekjum sem eru langt undir viðmiðunarmörkum og jafnvel langt undir fátækramörkum, og það á bara ekki að líðast í þjóðfélagi sem gæti verið eitt það ríkasta í heimi. Það bara gengur ekki, og þetta er upp á okkur sjálfkomið núna, okkur, mig, þig, að stoppa þetta og koma hér á réttlæti. En fyrst og fremst þurfum við að losa okkur við stjórnmálamenn sem eru óheiðarlegir, spilltir, siðblindir og síljúgandi. Því að með svoleiðis stjórnarfari eins og er bara í dag, þá er ekki hægt að gera nokkuð skapaðan hlut, því við vitum aldrei hvenær er verið að ljúga að okkur og hvenær er verið að segja satt. Það er bara þannig, og við vitum þetta, og það er undir okkur komið að stoppa þetta, mér og þér. Mundu það. Takk fyrir.